þeir sem hvað sem gróa þessu taka, veit ekki, 7-8 held ég, 8. Sæl verið velkomin í Svoð og gleðilegan fimmtudag. Það svona, gleðilegur fimmtudagur, það getur verið mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardagur eða sunnudagur hjá þér og hjá mér mánudagur en ég gef þættina út alltaf á fimmtudögum á internetinu og ef þið eru að horfa á símanum þá bara gleðilegan dag en ég ætla að halda þessu áfram. Ég ætla að halda áfram með baunir og í dag ætla ég að gera lax, bara steiktan lax með stökkri húð, baunum með. Þessi tvennslags baunum. En já, býtum við, hvað ætti ég að segja ykkur eitthvað meira? Ég ætla að segja ykkur hvað þarf í þetta. Það er græna baunir og því miður þá virkar ekki að notast við óra græna baunir. Þessar eru frosnar. Þessar baunir, sjalótulaukur, smjör, peterseili eða steinselja, dragon eða estragon. Ég held að það sé bara það á íslensku bitinu. Ég er með þurrkað frá Prima. Hérna er það. Fáfnisgras. Talandi Prima, þá ætla ég að nota dill, timjan eða garðablóðberg og sædögg eða rósmarín. Svo er það sítróna, nokkrar kartöflur, salat, sívítsalt frá saltverki. Það er hérna á fiskinn. Ólífuolía og svo sjálfur laxinn. Ég held að við séum bara upptalin núna. Það sem ég ætla að byrja á er að hreinsa þessar baunir. Nei. Bull. Ég ætla ekkert að byrja á haricot að hreinsa þær. Ég ætla að byrja á því að sjóða kartöflunar. Ég ætla einu svona sýningur. Ég ætla að setja smá af. Svo leyfum við þessu bara að malla þarna. Það menn ég geri allt annað. Hvað tók ég ekki fjandans hnífinn upp? Besta leiðin til þess að hreinsa þessar baunir. Það er að taka þennan raskatið af. Og þennan hluta. Svo gott að skilja svona helming. Þessar baunir tilbúnar, hinar baunirnar tilbúnar. Þá ætla ég að skera smá fáfnisgras eða estragon. Ég nota ekki stilkin af estragoni. Þetta er basically Bernes kryddið. Ég skil af hverju Íslendingar fíla svo mikið hérna Bernes sósu er bæði það, þetta er smjör, svona eitthvað úr sveitinni og það er smá lakríslykt af estragoninu. Svo tökum við peterseili, gerum það sama. Svo ætla ég að setja svona 1, 2, 3 sjalótulauka út í þetta. Jesús, hvað hann er sterkur. Eða ég þarf að fara að brýna hnífinn. Nefreynslu allt saman. Svo ætla ég að taka fiskinn, klemma hann svona saman, svo ætla ég að skera í toppinn á hann. Ég er ekki búið að skila hann. Svo er alltaf gott að patta fiskinn hérna
með handklæði eða eldhúsbréfi eða húsbréfum eða hvernig sem er. Þegar þá verður húðin stökkari, sko. Þá er það bara að lyfta fiskinum svona upp, svo skera svona línur í hann. Svona, hérna erum við komið með svona kryddhólf. Svona, það er hægt að setja hérna ýmislegt á milli, sko. Og þá eldast hann jafnar líka, sko, og hitinn kemst auðveldar hérna á milli. Og svona til dæmis sítrónubörkur og svona skemmtilegheit. Örlítið yfirbót. Hérna inn á milli og svona næsheit. Saltið. Smá ólífuolíu hérna yfir. Það er gott að finna út hvort að lax sé góður og ferskur með því að ýta aðeins hérna í holdið og það kemur upp aftur, þá er það nokkuð ferskt. Þannig að ég pota alltaf í alla fiska eða bið fiskmanninn að pota í fyrir mig. Svo ætla ég að setja pipar bara á eftir. Ég ætla að búa til nokkra smjörteininga sem ég ætla að henda síðan úti með kartöflunum og dill og eitthvað. Svo helli ég vatninu bara af. Svo hendi ég bara smjörkubbónum hérna úti í. Salt yfir, venjulegt salt bara. Og dill. Potlokið á. Svo lefum við þessu að stíma bara. Lítur þetta svona út. Baunir. Gott af smjöri. Ég ætla samt að setja smá ólífuolíu. Ég er að ljúga eitthvað, ég ætla að gera fiskinn fyrst. Þá er það fiskurinn sem er næstur. Það er smjör, en aðeins minna því. Og smá ólífuolíu. Náum upp svona þokkalegum hita. Og við ættum bara að þurfa að snúa einu sinni. Og látið fiskinn í friði. Þessi tómur. Sko, svo skar ég náttúrulega í fiskinn. Húðin náttúrulega skreppur saman þegar þið eru að steikja, bara eins og kjöti. Þá fer húðin svona og skreppur saman. Það náið ekki jafnri eldun, af því að þá eru bara í hringinn í kringum. En núna ætti ég að ná því. Frá ykkur. Svona. Svo látum við þetta bara í friði núna. Sko með fisk og kjöt. Ég tók mér svona einhvern tímann bara ákvörðun að borða frekar betur og kaupa minni og dýrari. Þessi er að koma frá Skotlandi og er þess svona, þú veist, þokkalega förm og góður, sko. En að meðan við suma fiska maður ýtir í og þú bara detta þær í sundur og það er ekki girnilegt. Þannig að ég ákvað bara að ég ætla að borða bara minna kjöti, þetta er betra kjöt. Mér finnst að þið ættu að gera það líka. Þegar þá setjum við líka pressu á fyrirtækin að búa bara til gott kjöt. Svo sjáu þið þetta er að hvítast hérna. Sjáu þetta líka, það er bara síma núna. Sjáu þetta eins betur hérna. Þetta hérna, byrja að hvíta svona upp, þá sjáu þið líka hversu hátt hann er að fara. Og ég vil hafa hann lengur á þessari hlið heldur en hinni hliðinni. Þannig að ég leyfi þess að fara svolítið herra. Ég held ég ætti bara að snúa hann núna. Þvílíkt crispiness sem er í gangi hérna. Svo er ég með svartan pipar. Taka hann af núna og hann heldur áfram að eldast. Þessum á. Ég ætla að byrja að mýkja upp í sjalotúlusnum. Þið heyriði mig hérna þegar ég kem hérna nær. Hann er enn á fullu, sko.
Mýkjum laukinn aðeins. Næst höndum við haricot bönunum út í. Sko grænu bönurnar eru í rauninni bara tilbúnar sko. Það er bara aðeins að velgja í þeim. Hendum restina af svona cirka hálf sítróna af berki. 1/4 svona sem getur svona splasast út í. Tilbúinir í þetta. Ná mér í sítrónu. Ég er bara komið fyrir svona hálfa sítrónu núna. Aðeins meira salt. Hendum út peterselie og fáfnisgrasinu. Það er ég að gleyma ykkur. Herðu, já. Það setja smá rósmarín eða sædögg eins og þeir hjá Prima kalla það. Bara smá. Og pínlítið af timjan líka. Eða garðablóðberg eins og þeir kalla það. Þeir eru með íslensku nöfnum á hreinu. Annað en ég. Það er svo unaðslega lykt af þessu. Taka þetta af. Kartöflurnar. Rétt að vera tilbúnar. Slökkum henni undir. Pínu grænt með. Sítróna. Svona. Gulur, bleikur og grænn diskur. Baunirnar. Smá sítrónu og kartöflurnar. Og þetta tilbúið, ég ætla að smaka. Og í guðsbænum borðið roðið með. Það er nefnilega hrikalega gott. Þessar grænu bönurnar, hvað eru sætar? Lax með stökka húð og nokkra baunir með. Þrælódýrt, virkilega gott. Engar óragrænar baunir, af því að við þurfum þess ekki. Ég ætla að vona að þið likeið og deilið og sharið, þeir sem eru að horfa á Facebook. Og þeir sem eru að horfa á sjónvarpið Símans, ég ætla að vona að þið komið á Facebook og likeið, deilið og sharið. Því að það hjálpar og þá kem ég aftur með aðra season og eitthvað svona. En þið sem eru að horfa á Facebook en hafið aðgang af sjónvarpið Símans, getið þið ekki farið yfir á sjónvarpið Símans og bara hort það líka á þetta því að þeir sjónvarpið Símans, þeir eru alltaf að skoða þessa tölur, view-tölur og eitthvað svona. Þannig að þegar við upp tölurnar hjá mér þá kannski fæ ég að koma aftur. En takk fyrir mig. Sjáumst næsta fimmtudag. Þá er allir orðinn kaplaður upp og flottur. Mér langar náttúrulega að tala um baunir. Þetta eru grænar baunir. Þetta er mjög líklegast elsta kultiveraða, hvað segir maður? Kultiveraða bara matur í heiminum. Þess að það er alveg sko geðveikt ríkt af vítamín K, antioxidant, antoxunarefni, bólgueyðandi. Grænar baunir eru bólgueyðandi. Þá velti ég fyrir mér hvort að það sé bara út af því að það er oft svona settur svona grænbaunapoki þegar maður meiðir sig. Þá, já, í rauninni velti ég fyrir mér hvort fólkið sem er að rétta þeim sem meiddi sig er að bjóða þeim bara grænar baunir, éttu þetta og þá munur bólgan hjaðna, eða hvort þú ættir að setja það á. Kannski einhvern veginn kom annað á eftir hinu, ég veit það ekki.